Efnablanda er ekki hreint efni heldur blanda af tveimur eða fleiri efnum. Efnablanda getur verið samsett úr tveimur eða fleiri frumefnum, tveimur eða fleiri efnasamböndum eða tveimur eða fleiri frumefnum og efnasamböndum allt í bland. Efnablanda getur litið út fyrir að vera eitt efni, eins og til dæmis málmblöndur eða búið að bræða málma saman, en það er samt hægt með því að bræða þá að þá er þetta leysa þá í sundur. Eins getum við sigtað til dæmis sand frá vatni, ef við blöndum sandi út í vatn, það er efnablanda. Brauð er annað dæmi um efnablöndu, því að við getum í raun búið til brauð á fleiri eina vegu. Efnablanda er svolítið þegar við getum bætt einhverju í og þá breytir það ekki um nafn. Við getum, ef við erum að baka brauð, þá getum við sett aðeins meiri sykur eða sett pínu krydd eða eitthvað annað, kanil eða eitthvað, og þá verður þetta áfram brauð. Þetta verður ekki eins brauð, en þetta er áfram brauð. Eins með sjóinn. Þó við pissum í sjóinn, þá hættir þetta ekkert að vera sjór. Þetta er bara aðeins, akkúrat parturinn sem við pissuðum í er bara aðeins öðruvísi sjór. Og þetta eru sem sagt ekki hrein efni. Efnablanda hefur því ekki efnaformúlu. Efnin sem eru í efnablöndunni, frumefnin og efnasamböndin eftir hvort er, þau geta haft efnaformúlu eða efnatákn.